Ef var einhverju Karmin ádandan úti þá biðst ég afsökunar. Við ætlum að lækka þessu. Klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan 5. daginn og já, ekki the Thursday the new Friday, segja það ekki? Jó, þeir segja það. Þeir segja það, gárungarnir, með Hjöppi með ykkur hér til, 6 í dag. Og ég held að það sé bara við hæfi að byrja á því að spyrja eins og ég ger alltaf, hvernig hefur það? Ég hef það rosalega gott. Nei, ekki? Þú ert orðinn skóladrengur. Ég er kannski Settur á skólabekk. Ekki drengur, en hérna, jú, ég er eitthvað aðeins að gera þetta með. Já, svona skólamaður þá. Skólamaður. Ertu elstur í bekknum? Nei. Nei. Okay. Það er alveg einhver eldri að það. Já, leynist það inn á milli. Já, ég er hérna, ég myndi svona ángrín segja, jú, ég er náttúrulega heldri en miðjan. Já, ok. En hérna, jú, það eru nokkur aðeins eldri en ég, en það er bara nokkur nett, sko. Já, það er bara verið einhvert að setjast aftur á skólabekk, sko. Já, það er aðeins erfiðar en ég held. Fyrsta skipti sem upplifir þessi pínu gamlan. Já. Það er þú fer svona í skóla, sko, því að þú þykist kunna alltaf tölvur og svona. Já, kann maður ekki. Ég er þetta þykist ekki kunna neitt á tölvur. Ég skelfur. Nei, þú ert eitthvað að vera að nota ykkur orð sem bara hefur ekkert þurft að nota sjálfur, eins og eitthvað Dropbox og eitthvað svona og þurfi að, svo sé liði þegar það er að henda ykkur saman í tölvunu og eitthvað og safna saman ykkur drasli og eitthvað. Þá bara svona, Veistu hvernig, ég finna ég sé gamall og ég mun finna fyrir því í kvöld, eins og ég er að fara að skemmta hérna hjá FG í kvöld, Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Þegar ég er að skemmta fyrir fjölbrautaskóla, því að mér finnst persónulega ekkert rosalega langt sen ég var í fjölbraut, þá sé ég hvað var gamall. Þá svona finn ég það. Þannig að maður sé svona eins og í kvöld, það er eitthvað busakvöld. Og ef það er einhverju frá FG að hlusta og hlakka til að sjá okkur í kvöld. Já, busa, varst þú busaður? Já, ég var busaður. Og já, er ekki búið að banna þetta nánast allstæða núna? Já, hvernig varstu, hvað var gert þig? Ég fór í eitthvað svona lýsiskar og eitthvað svona viðbjóð, þú veist að drekka eitthvað ógeð, þú veist að drekka kindablóða með minnir eða eitthvað svona ógeðslegt, sko. Það var alveg ágætlega gróft, en þú, hvað var gert þig? Það var bara eitthvað svona félagi, svona eitthvað sem að tók mig og var bara næsið mig. Ég var látið að taka arbegur og einhverju stelpum og eitthvað svona eitthvað. Máka, það er dabburt, það er bara... Já, það var svona eitthvað pervertismi eitthvað. Já. Í þeim, sko. Varst að fitta vel inn? Var þetta ekki bara uppáhaldsbusaðakslega? Já, þetta var eiginlega ekki træðilegt, sko. Nei, en varst þú eitthvað svona böðull? Varst þú eitthvað að busa annan? Nei, aldrei. Ég náði kannski einhverja 3 lit og kannski þrífa bílinn hjá mér og ryksu að innan og eitthvað svona. Ég var einmitt í því líka. Og svo, kannski þvoða mér hárið. Já, ég var enda með hárið þá, ég get ekki þvoða. Það er mjög rosalega gott að láta þvoða þessu hárið. Já, það er eitt sem ég sakna hvað mest þegar kemur að vera með hár. Það áttur ég fór á hárgreiðslustofu og svona eitthvað, þú veist, huggulega kona að þvoa mér hárið áður í fyrir klippingu. Það er æðislega tilfinning. Ég er oft bara með kalli að þvoa mér hárið. Mér finnst það líka mjög gott, sko. Ég myndi freka vilja hafa konu, sko. Af því að ég er ekkert að segja þetta eitthvað kynfræðslegt, en bara eitthvað svona þægilegt á svona mjúkar hendur, svona. Já, en það er svona gott þegar þú finnir svona, svona þegar þetta er mjög gott að láta hérna. Það er líka bara bjóð upp á þetta þó þú væri ekkert að fyrir klippingu. Þú getur gert það, sko. Já, ok. Já, það er þessir svona helstu gæðarnir, spaðarnir landsins, þeir mætur að þú þvoa sér hárið, sko. Það er grjóthart. En við Hjörvar talandum grjóthart, við erum með grjóthart þátt handa ykkur í dag. Já, kæru hlustendur og ber þar hæst stöðrullega staðarindir. Flottulega keppnin. Við ætlum að heyra í Roger Jefferson aftur. Hann svaraði okkur ekki manstu síðasta 5. dag. En er hann ennþá á landinu? Hann er ennþá á landinu að taka upp. Hann sendi mér SMS á hann, ég spurði hvort ég mætti hringja hann og hann sagði að það var ekkert mál og þetta er að sjálfsögðu leikarinn úr Different Strikes sem eru stórkostlegir þættir. Hann ætlar að heyra í okkur eftir. Hvað er verið að taka þetta upp? Er verið að taka þetta upp einhvers staðar á Suðurnes svona rétt í Bláa lóninu? Nei, sko, hann sagði mér síðast í talaðan fyrir 2 vikum og þá var hann hérna á leiðinu á Egilsstaðir. Okay. Þannig að það verður gaman að tala við hann. Svo ertu búin að velja að lagi flottulega kennina? Já. Já, ég meitt grjóthart líka. Svo við ætlum að velja á eftir skemmtilegust og leiðilegustu þjóðina. Já. Og þar treystum við líka á hlustendur. Við ætlum að opna fyrir síman. Þannig að þið með endilega byrja að hugsa skemmtilegust og leiðilegasta þjóð. Hver er skemmtilegasta þjóð í heimi og hver er leiðilegasta þjóð í heimi. Þið með endilega byrja að hugsa það því að við treystum á ykkur á eftir kæru hlustendur. Svo er heilsuhorn Hjöppa, nýr liður. Já. Og ætlar að fara svona yfir heilsuna? Nei, ég ætla ekki að fara yfir heilsuna, ég ætla að hringja hann í mann sem ég þekki sem heitir Egill Einarsson. Já. Hringi hann og fá svona ráð. Fá ráð. Ég hlakka til að heyra, þetta er svona að vera að presentera þetta fyrir mér líka. Já, ég er alltaf með markmið. Ég setti með markmið fyrir 2 mánuðum síðan að geta tekið 150 kg back. Já. Ég náði því. Já, ok, klassilega. Núna er ég með ný markmið. Hvað er nýjasta? Það er að leta með hans. Leta aðeins, ok. Það ættir að geta það. Já, því ég er að fara að keppa líklega í Taekwondo, ég þarf að komast í annan flokk.
Ertu að fara að keppa? Já, ok, svo ætlum við líka að vera með tuðhóttnið og fleira. Sleppum þessu tuðhóttni. Já, sleppa tuðhóttni í dag. Já, þetta er yfirleitt, það verður yfirleitt ekki Þið hefum ekki verið að fá nógu gott tuð. Nei, og þetta er einhvern svona, þetta er ekki alveg nógu gott, sko. Nei, ok, þá bara, gæti verið við sleppum því bara, en við erum allavega með þéttan og skemmtilegan þátt. Og ætlum að byrja hér á laginu Wherever You Will Go með Charlene Soraya. Rólegt vel á 50 degi. Ekkert partí það? Já, partí er að byrja, byrjum að rólu. Já, við erum á ljúfunótunum hérna, þennan 50 daginn, í FM 95 blöð. Já, við erum á ljúfunótunum hérna og FM 95. Það er gott. Þetta er bara Charlene Soraya með Wherever You Will Go. Það er eins og komið að slúðri hér hjá okkur strákanum og ég er með ágætis pakkan þær. Ég er ekki með að góða slúðupakka og ég er með í gær. Ok, en samt þéttan? Já, samt fínan pakkan. Ok. Ertu ready? Já. Ok, ég ætla að byrja að segja ykkur frá því að Michael Keaton sem að lék nú Batman hér í gamla dag. Ég veit hvað slúður þetta er. Já, hann er orðað við Robocop. Það er rétt, ekki bara orðað við Robocop, hér er verið að tala um að hann verði Robocop. Og leikarinn sem áttaleikan er Hugh Laurie sem er í þáttunum hérna lækna þáttunum, hann er haltur alltaf, hvað heita þær aftur? Já, House, 1-0 fyrir mér, 1-0 fyrir mér. 1-0, hvað er þetta eitthvað kepp? KO. Það er allt KO. First KO of the show. Allavega, þá átti hann að leika, skal ég eitthvað segja, Robocop, en nú hefur hann hætt við verkefnið hann að Michael Keaton er að fara að verða nýji Robocop. Ég veit ekki, er það eitthvað sem þið hlakkið til að sjá? Nei, ekki, þú veist, bara bæði og sko. Já, maður myndur örugglega að fara á hann í bíó. Nei ekki? Jú. Svo er það næst að Prince William og Kate Middleton þau voru á opnunarhátíðinni hjá Ólympíuleikunum í gær, Ólympíuleikum fallara. En það átti nú að vera þar ungur maður með þeim, bróður hans Villa, hann Harry, en hann var fjarri góði ganni. Hvað var hann? Hann hefur bara lítið látið sjá sig eftir að það var farið offari í Vegas. Já. Það er eitt að koma heim með bömmur frá Vegas. Ég held að Harry sé að toppa allt. Ok. Þannig að hann var ekki þar og það var einhver yfirlýsing hérna. Þetta var leiðilegt slúður, nenni ekki að lesa. Næsta slúður er af Lindsay Lohan. En þessi stúlka sem er gjörsamlega með allt niður sig þessa dagana gisti á Chateau Marmont hótelinu í West Hollywood þegar hún var að taka upp bíómyndina Elizabeth Taylor núna daginn. Nefna það að hún er ekki enn búin að borga hótelreikningin sinn, stúlkan. Skulda $46,000 og $46,350 og 4 cent. Það er hótelreikningunum sem býður hennar. Þetta eru svona í kringum 5,5 milljónir íslenska króna. En hótelið var að gefa núna út á yfirlýsingu að hún sé ekki búin að borga og þeir eru svona á eftirinni. Ok. Greist, það er allt og when it rains it pours, maður. Ég fann að vorkina Lindsay Lohan. Já. Hún er var núna að vera að saka um þjófna í einhverju partíi sem hann átti að stóli fyrir 10 milljónir og það er allt í apaskið þar, það er bara þannig. Svo er það næsta slúður, það er Bill Cosby, en hann er sá nýjasti sem hefur lent í því að vera talinn dáinn á internetinu. Þetta er einhverjir hrekkjalómar sem að taka sig til og twitta og fara inn á Facebook og annað og búa til fréttur að stjörnur séu dánar, eða látnar. Bon Jovi lenti í þessum daginn og það var fleiri lenti í þessu og núna síðast var það Bill Cosby en hann þurfti að koma með yfirlýsingu í gær að hann væri bara á lífi og feskur. Ok, en þú veist að kannski aðalfréttin í dag og ég sé að þú reynir að sneika fram hjá henni er svo að Steven Seagal er í skítamálum. Steven Seagal er ekki neinu skítamálum. Já, hann skulda $200 í skatt. Já, það er hálf bíómynd. Nei, hann hefur valla fengið hann income núna einhver 3 ár. Er það grínast? Hann er að framleiða sína eigin bíómyndir ásamt að leikja hann á samtaselum sko. En hann er, eins og stendur hérna, he's been keeping a low profile and has had some tough years. Og svo talaði hérna með Jean-Claude Van Damme og spurt hvort að Steven Seagal ætti að vera í þriðju myndinni. Joking aside, he should lose some weight.
herruðu. Þetta, og að Van Damme sé að koma með þetta. Hversu mikið low profile er Steven Seagal búinn að halda þegar hann var með Putin að taka á móti þeim sem að fengu velun hjá Rússlandi hérna núna á Ólympíuleikunum. Því litt low profile. Já, veistu hvað? Putin var bara, hérna, þetta er hann Steven Seagal, vinur minn, takk ég hendina á honum. Sko, þú veist að þessir einræðisherrar í Rússlandi eru snargeðvikið, sko. MC Hammer var einhvern tíma með Boris Jeltsin, sko. MC Hammer var aldrei með Boris Jeltsin. Jú, ég get googlað þetta fyrir. En Jean-Claude Van Damme segir að þetta sé fýtt kall en honum líkar, en hins vegar sé Steven Seagal illa við Jean-Claude Van Damme og þá var Jean-Claude Van Damme spurður af hverju er Steven Seagal illa við þig, Jean-Claude Van Damme? Because I'm good. Svaraði Jean-Claude. Af hverju tvo skiptar að slúðupakka dagsins? Steven Seagal er með allt á hreinu og $200 fyrir hann, það er svo 50 kall fyrir mig. Ég var með eitthvað meira slúður. Hann fyrir létt með. Varstu búin að fara yfir bílslýsi sem að Cheryl Cole lendi? Já, ég var búinn með hún og Will.i.am. Ok, varstu búinn að fara yfir það að John Mayer hafi sparkað Katy Perry gegnum e-mail? Jep, og var bara að leika sig með hana. Ok, þú verðist vera með alltaf svona... Ertu að rífast við slúðukongin? Nei, ég er bara svona aðtökult og sé með alltaf helsta. Ekkert nýtt af Kim Kardashian. Nei, hún reyndar setti mynda sér á Twitter í brúðarkjól og nú eru menn svona farnir að velta fyrir sig hvort þau séu að fara að gifta sig. Ok. Það er að nýjast af henni. En Russell Brand, var hann ekki... Russell Brand, hann er byrjað með Jerry Halliwell. Ok. Byrjað að hitta hana og... En hvað með Robert Pattinson, eru þau eitthvað að fara að taka aftur saman, eða? Nei, þau eru ekki að fara að taka saman, en Rihanna er hins vegar að reyna við Robert Pattinson núna og hefur alltaf haft augastað á honum og, já, var að senda honum svona daðrandi skilaboðum daginn. Ok. Hvað heldur þú nappir mig eða? Ég er bara að tjekka á öllu þessu helsta. Ég var, næsta lagið fyrir þig, ég er að spá að hætta það. Hey, thanks man. Eftir rólega byrjun í tónlistinni. Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðarsson með ykkur til 6 í dag og það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum svona að gera könnun með hlustendum hver er skemmtilegasta þjóð heims og hver er svona leiðilegasta. Já, það er auðvitað oft velta menn þessu fyrir sér. Kanar eru náttúrulega búin að vera mjög Bandaríkjamenn hafa verið mjög afgerandi í okkar samfélagi og alltaf verið mjög svona kvensamir hérna á Íslandi. Kaninn? Já, og þekkjum þetta eins og þá náttúrulega ástandi á sínum tíma þegar þeir fóru bara og skransuðu í allt íslenska kvenfólkið á sínum tíma. Manstu ekki að hefur ekki heyrt af því, eða? Já, ég var ekki á mínum tíma. Nei, og ég þarf ekkert að lesa, gefa það sögubók. En það var þannig að þeir voru grimmir í íslensku konum og eignuðust börn með íslensku konum og þá til dæmis ef að amma þín hefði farið í Hermann, þá er þú Auðun Hermannsson. Það var ekkert verið að gera eitthvað Auðun Clark eða eitthvað svona og það var þannig og sem sagt, nei, þetta var afgreitt þannig og ég verð án grín samt að vara að fjárfesta í sögubókan þegar svo maður getur stundum haldið upp samræðum við þig en ok, og það er sem sagt amma, félag okkar tvekja hún var eins og grimmasta, hún á bad með 4 konum ok og hún var svona eina Skulum ekki vera að nafngreina hann? Nei, við skulum hvíla hann en þetta hefur alltaf verið svona í gegnum söguna og oft veltaði menn við fyrir sér af hverju kanar eru svona kvensamar á Íslandi þá eru þeir náttúrulega einstaklega svona ljúfir eins og þeir hrósa fyrir allt eins og þeir koma á konum og segja wow, you have such an amazing hair yes, I had cut yesterday wow, I love your hair, I love your shoes, I love your dress wow, you look so great thank you wow, I'm thinking about going to my hotel right now but you want to join or something yes þeir eru náttúrulega svakalega duglegir í því sem að íslenski kallmenn hafa ekki í að hrósa og það er algjört lykilatriði sem að það er taktík sem þeir kunna sem aðrir kunna ekki. Ég myndi að það hefur verið svona 1940 þegar þeir mættingað að allt í hennu eru komin allir þessi hrós að þeir að vera peppuð svona allt í hennu upp. Kannski íslensku strákunni bara réttu mér þetta svo allt í hennu kemur bara Kani wow, you get such a great smile Kani þá bara, thank you, a great smile líka bara þú ferð að borða eitthvað þar í Bandaríkjunum og það kemur bara til einn kona því að líður svo velkomin hann að kanar hafa alltaf verið kóngarnir í Íslandi það breytist ekkert en hverjir eru skemmtilegustu
hvað er skemmtilegasta þjóðin í heimi? Það er svolítið erfitt. Ég er eiginlega nána sko eftir því ofta sem ég heimsæki Bandaríkjamenn því svona fínni finnst mér allavega sérstaklega eins og þau voru síðast í New York. Já, stórkostlegt. Þetta er hrikalega næs lið. Já, vildu allt fyrir okkur gera, alveg sama hvað við vorum. Já. Hver er skemmtilegasta þjóðin að þínum að því? Það var alltaf auðsvarað, það er Bandaríkin. Það er Bandaríkjamenn. Það vita það allir í kringum. Ég elska Ameríku sko. Og leiðilegasta held ég þurfa að setja því miður Norðmenn, Noregur, ég var þar en daginn. Þessi er leiðileg, bara Norðmenn yfir höfuð? Já, það má ekkert þar. Þeir bara, það er eins og, þegar þú ert í Noregi, þá er eins og þeir treystir ekki sem fullorðnir manneski. Ég veit að maður haga sér oft eins og fíbl, en... Það er oft í svona ultra, svona hvað ég að segja... Þetta er eins og í Noregi, á skemmtistöðum, nú er ég ekki ekki, við vorum 6 saman og einn strákur, við vorum bara að fá okkur bjóru eitthvað. Hann mátti ekki fara inn á skemmtistæðin af því að þeir sáu að hann búinn að vera að drekka fyrir utan. Veistu hvað, þú ert að fara inn á skemmtistæð, hvað heldur þetta að fara að gera það? Það er svona Norðurlandasamfélag, við erum alltaf að bera okkur við þá, það er svona aumingjasamfélag. Þú mátti ekki fá þér aðeins í glas, þá er eitthvað you've been drinking a little bit too much, so you have to go out of the club. Hvað á að gera á þessum klubbin þá? Skemmta sér það? Þetta er bara, við erum alltaf að bera okkur saman með svona aumingjasamfélag. Norðmenn mestir í þessu? Já, Svíar eru líka hundlegir. Danir þykjast vera líglaðir, eru úslega pirraðir. Ok, áður ég opnað fyrir síman. Já, skemmtilegasta þín? Skemmtilegasta fólk í heimi sem að ég hef ábúinlega komast í kynni við, eða svona eitthvað, wow. Það eru leiðilegastir, ég verð að setja Spánverjana þar. Spánverjana sem leiðilegir? Þeir eru rosalega þreyttir. Þeir eru lélegir í þjónustu, pirraðir, er skýtsam þig. Skemmtilegastu, hverjir það? Frakkarnir eru líka. Já, frakkar eru þreyttir. Mér finnst yfirleitt flest allir Asjubor, ég ætla að segja að Tælendingar séu skemmtilegastir. Skemmtilegast, en þú aldrei komið til Tæland samt? Ég hef aldrei komið til Tælands, en ég hef borðað á tælenskum stöðum og kynst, náttúrulega einn af okkar bestu vinnum er að segja Tælendingur. Og það er náttúrulega bara slíkt ljúfmenni að hann er því yngri átt. En 511-0957, við ætlum að fá að heyra ykkar álit kæru hlustendur og byrjum hér á fyrsta. Hver er þínu uppáhaldsþjóð og hver eru skemmtilegastir og hver eru leiðilegastir? Ég spleika báða með Kanana, þeir eru mjög skemmtilegir. Já, opnir. Ég er búinn að vinna mikið með túristum í sumar og Kanana er mjög fínir. Já, er hann ekki alltaf kurteis og almennlegur? Ég var rosalega þægileg sérstaklega að vinna með þeim, sko. Ég er búinn að vera í bílaugbransanum í sumar og það er alveg rosalega þægilegt. Hefur líka tekið eftir hvað eru góðu með stelpunnar að rósa þeim og svona? Jú, þeir eru það. Þeir eru alveg svakalir. Alveg í handagrunnsar. En hver er leiðilegastir? Herri, ég ætla að fá að bæta við, sko, Írar og Skotar eru líka mjög hressir. Já, Írar, herri, við glemdum Bretarum, auðvitað. Þeir eru náttúrulega illa nettir. Nei, Englendingar endar, þeir fara oft í tjóðunum, en Írar og Skotar, þeir eru... Já, Írar, já, sérstaklega. Ok, en leiðilegastir? Herri, það er einn þjóð sem hafa skuldlust. Hvað er það? Það er Ísrael. Ísrael? Já, ok, er gyðingurinn leiðilegur eða? Já, sko, ekki ameríski, en ísraelski gyðingurinn er alveg hræðileg. Ég þekki það ekki, ég aldrei komið okkar. Svona þekki ég ekki, en ég get alveg trúið. Ég treysti þér. Það eru í allan einu ekki 2 bílalegur sem eru bara með að stiltanu. Þú ert að panta bílalögubíl og stættur í Ísrael, hann bara getur ekki sko í Google-leitinu eins og það. Og ef það kemur eitthvað með sérstaklega stórt nefann inn til ykkar, þá fær hann ekki að leiga bíl? Nei, við leigjum Ísraelum bíl sko, en það eru samt til bílalegur. Hortóma bara hérna mann. Það eru glæsilegt, takk fyrir að ringja. Takk fyrir það. Ok, við erum að spyrja hlustendur hver finnst ykkur skemmtilegasta þjóðin og leiðilegasta. Hvernig er þetta hjá þér, kæri hlustandi? Góðan daginn. Ég vil eiginlega minna samt eða eitt með Bandaríkjamennina. Já. Það er þar að leiðandi að segja að það séu leiðilegasta þjóðin. Leiðilegasta, ok. Hvað, okkur? Ekki segja þessu falskir. Nei, býtu, já, þeir eru nefnilega svo falskir. Nei. Býtu, hlusta aðeins. Þeir sem þetta leið og búin að snúa þér bækina, þeir loka hurðinni, þá er þeir byrjað að tala illa um þig. Aha. Það er nefnilega finnst mér vandamálum með Bandaríkjamenn. En þú veist, þeir eru ógeðslega næst þegar þú ert að frósta á, skilur. Þeir eru fárálega næst. Það er ekkert nema almenni heitin, sko. Ég er alveg sammála því, sko. Það er bara æðislegt, sko. En leið og, þú veist, viðkomandi fer, þá er ég farin að baktala. Og ekkert lítið, sko. Og hver er þá skemmtilegast að þér? Ég myndi segja Skotarnir. Skotarnir? Já, Skotarnir að koma sterkir inn. Skotar eru mjög réttir, já. Þannig að Kanarnir leiðilegastir, Skotarnir skemmtilegastir. Já, það er enda, ég er í skóla í Skotlandi, sko. Þannig að, þú veist, kynnist þeim svona þokkalega. Ok. Þetta er gott, takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir að hringja. Já, takk. Tökum 2 í viðbót. Já, ég ætla alltaf að Danirnir fengi einhver svona... Nei, Danir eru leiðilegir. Það er bara þegar ég, allir að tala sér líka glad, ég kaupi það ekki. FN95 blöð. Já, góð dag. Það er gaman að fá okkar vjú líka frá okkur konu. Já, það er að fá okkar kvennmenninn. Hvað segirðu?
Fínt, já. Hvað segirðu, hver skemmtilegastir? Tælendingar. Já, sammálaðir þetta. Já, Hjálpi gaf þeim sitt atkvæði. Ótrúlega nett fólk. Indislegt fólk alveg alla staði. Já, þeir eru hérna vilja svona almennlegir og þjónustulund og svona aldrei neitt vesen. Nei, ég var ekki orðið neitt, sko. En hver eru leiðilegastir? Tyrkir, allan daginn. Tyrkir. Reyndar, við vorum út í Tyrklandi daginn. Þar lendi ég leiðilegasti. Þegar þú segir það, kæri hlustandi, þá verð ég svolítið sammálaður. Þeir smjadra svo við mann þarf gæsa á. En veistu hver eru líka helviti mjög nettir sem ég að fatta núna? Það eru svona Afríkumenn. Þeir eru alltaf þvílitt nettir, svona Vestur-Afríku, þú veist, Ghana og svona. Það væri ekki oft verið að reyna að selja þér keðjur og eitthvað svona á Benidorm eða eitthvað starf. Já, þetta er hressi þá þeir reyna að selja þér eitthvað. Ég veit að þeir eru sett alltaf nettir og skemmtileg. Ég fíla það alltaf í bótt, sko. Herru, takk fyrir að hengja. Ok, herru, tökum hérna síðasta. Já, við verðum að fá einhverja konu. Já, ég hef heyrt að þetta... F95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag. Guðrún, sælubræðsöðu. Hvernig er þetta hjá þér? Það er klálega tælendingar skemmtilegastir. Já. Þeir að vinna þetta hérna. Já. Og helvítis normenn, ég þólið það ekki. Ok, takk fyrir þetta. Tökum 2 viðbót. Náum sæðis. Og náum einhverja að fá snöggsvör. F95 blöð, hvernig er þetta hjá þér? Góða kvöldi. Góðan daginn. Hanna, fyrirgeðu, hvert er ég að ringja? Þú fyrir ekki að F95 blöð? Já, hæ. Hæ. Já. Hanna, mér finnst Bretarnir. Bretarnir skemmtilegastir? Alveg lang. Ok. Hvort sem það eru Skotaríraðir eða Englendingar. Ok, en leiðilegastir? Spánverjar sammálaðir þarna? Óbúðslega smeðjulegir og leiðilegir. Og alltaf pirraðir og eitthvað leiðilegir? Húðlatir líka Spánverjar. Hefur þið tekið eftir, ef þú ert eitthvað starf á Spáni og kemur eitthvað starf, það er verið að gera við eitthvað, einhverja götu eða eitthvað hús eða eitthvað, svo kemur árið setna, það lítur nákvæmlega eins út. Það er ekkert búið að gera þar, ekki neitt. Það er nú líka miklu leiðilegir að afgreiða þá, sko. Já, ok. Óbúðslega smeðjulegir og halda þið fá allt upp í hendurna bara þegar þeir eru sætir. Ok, það er ekkert annað. Takk fyrir þetta. Endur þetta hérna. FM95 blöð, hvernig er þetta hjá þér? Ég segi Bandaríkin, sko. Skemmtilegastir? Ok, og leiðilegastir? Japanar, sko. Japanar leiðilegastir? Ok, ég ætla að þeir eru illa nettir. Já, ekki líka. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Bye. Sjáum hér, hver eru skemmtilegastir og hver eru leiðilegastir? Ég vil að segja að Danir séu skemmtilegastir. Danir? Já. Ok. Þessi ég er hálfur Dani og ég er skemmtileg. Þetta er hérna ekki margt þetta atkvæði. Við viljum að fá hérna nýtt frá þér. Þú ert hálfur Dani. Ok. Og hverju voru leiðilegastir? Það eru leiðilegastir. Það eru Japanir og Kínverjar. Japanir og Kínverjar? Já, ég kaupi þetta bara ekki. Óþolandi. Ég var að vinna á hóteli og þeir eru alltaf með þessum. Ég sé það ekki fyrir mér. Ég vil eitthvað þetta liðið svo nett alltaf að ég... Ok. Takk fyrir þetta. Ok, þá veitum við það er svona samkvæmt hlustendum okkar, þá eru tælendingarnir skemmtilegastir og hver eru leiðilegastir? Japanar og normenn? Normenn og Japanar verðist þér leiðilegir. Veistu okkur við okkur finnst þér leiðilegastir? Veistu hvað á Japan og normenn, hvað er það samæðilegt? Ríkir? Moldríkir. Það er okkur illa við. Ekkur og meira við, við erum ekki sátt það. Það er allir meira við í dag, sko. Já, reyndar. Sem er þreytt. Herru, hvernig var að feel the love hérna? Jó. Barnadansar, samkvæmisdansar, salsa, zumba. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. Samkvæmt nýlegum mælingum sparar þú 6 krónur á lítran með því að nota Shell V-Power bensín. Miðað við að bíllinn eyði 2,4% minna en með öðru bensíni. Skeljungur. Kapteinninn kynir dundurpartí á ljósanótt á skemmtistaðnum Pattís, Reykjanesbæ. Kapteinninn fjölmennir með morganetturnar sínar og frábær tilboð á barnum. Hljómsveitirnar Mjólk og Medusa byrja fjörið og stuðbandi Grammi spilar svo þar til sólin rísa á ný. Pattís og kapteinninn. Skotheld blanda. Agent.is og Smirnoff kynna Ljósanæturballið í stafanum Reykjanesbæ laugardaginn 1. september. Páll Óskar, Úlfur og Friðrik Dór halda húsinu heitu alla nóttina. Miðasala í fullum gangi í Gallerí Keflavík og í Kiss Kríunni. We were best friends and you testified against me. Samvinnkinnir Made and Run.
Frábær grín spennumynd með Doug Shepard, Kristen Bell og Bradley Cooper í aðalhlutverkum. Hit and Run, frumsýnd 31. ágúst. Damn, you own that too? It's a rental actually. Watch your mouth. Forsíðan þín. Komdu í IKEA og láttu mynda þig í stofunni á forsíðu nýja vörlistans. Þú gætir unnið 100.000 króna gjafabréf. Allar upplýsingar á IKEA.is. Vertu velkominn. IKEA. FM 95 blöð. Á FM 95. My life. Kyntáknið. Kyntáknið. Kyntáknið Justin Bieber, 18 ára gamall. Þetta er að hangi einhver strákur upp á fleiri veggjum. Nei, það held ég ekki. Svei með þá. Og já, ágætis lag hérna hjá stráknum. Við erum á leiðinni stjórnlega staðreyndir en ég ætlaði svona að segja fólki frá því að það eru örugglega margir að út að hlusta sem að fylgjast með fótbolta og það er verið að draga hér í meistaradeildinni og það er búið að draga og einn rosalegasti riðill sem ég bara heyrst í meistaradeildinni er riðill D en það er Real Madrid, Manchester City, Ajax og Dortmund öll saman í riðli. En sko allt toppklúbbar í sínum löndum. Já, en áður og ofpeppar þetta sko þá er náttúrulega hollensku fótboltaekinn skoður og þegar kannski við tveir vorum litlir. Ajax er samt gott lið. Já, þeir eru fínir og auðvitað með íslenskan leikmann Kolbeinn Sigþórsson sem er eini íslendingurinn í meistaradeildinni þetta árið. Já. Svo ertu náttúrulega með Dortmund sem er besta lið í Þýskalandi, búið að vera það síðust 2 ár. Já, og svo City og Real þarf ekkert útskýra fyrir fólki. Nei. En fyrir Manchester United aðdáendur þá eru United með Braga, Galatasaray og Cluj. Cluj. Ættu nú að vera ágættu, hvað er Cluj? Það er eitthvað rúmenslið held ég. Ok. Þeir voru þarna daginn. Ég var reyndar hrikalega ánægður með riðilinn sem við fengum á síðast ári líka. Við komumst ekki upp úr honum, þannig ég ætla ekki að fagna neinu hérna. Svo ég ætla nú ekki að fara yfir alla riðilana. Mílan er með AC Milan, Zenit, Anderlecht og Malaga. Þá getur riðill þar að ferð og svo ef það eru Chelsea aðdáendur á núti þá er það Chelsea, Shakhtar Donetsk, Juventus og Nordsjælland. Hvað er Nordsjælland? Það er danslið, dönsku meistararnir. Ok. FC Nordsjælland. Fínt að hafa þig hérna með, í svona. Þetta eru riðlarnir allavega. Já, ég var að henda okkur í sturlaða staðreyndir eða? Já, ertu til ég? Nennir að fara í sturlaða staðreyndir núna? Nenni ég? Já. Já, hvort þið nennir maður. Ég skal gera það fyrir þig. Og fyrir mig. Þó ég sé búinn að lesa þér og hlakkaði til að lesa þér aftur. Þetta er það skemmtilegu liður. Geðveikur liður sko. Byrjum hér á fyrstu sturluðu staðreind dagsins. Bros er smitandi. Já. Sérðu? Þetta er smitandi. Þetta er svo pissa, getur smitandi. Já, piss er mjög smitandi. Ég þoli ekki þenn einhverja mýga. Sérstaklega ég er búinn að fá mér 2 kalda. Já, næstu út í rút og einhverja að fá sér bjór, séðu bara hann alveg mýg á sér og, veist, hugsaðu bara Dettifoss. Já. Þá svona bara... Og það er bara í buxurnar. Svo er það næsta, Michael Jackson fór í 20 til 45 lítaaðgerðir á andlitun á sér og var kostnaðurinn í kringum það $1 million. Þetta er eitthvað sem uppáhaldunum þínum. Sem gerir 120 milljónir sem hann eitti í andlitið á sig, greiði, og ekki endaði það vel. Þinn maður? Já, skammast mér 0 fyrir það. Þinn maður? Skammast mér 0 fyrir það. Skammast mér 0 fyrir það? Ákveður tala alltaf eins og sitt 5 ára. Svo er það næsta. Skammast mér 0 fyrir það? Þetta sé minn maður, því ég veit að þú veist eitthvað reyna að gera grína með Segðu ég skammast mín ekkert fyrir það. Hver segir ég skammast mín 0 fyrir það? Ég. Svo er það næsta, Steve Jobs var lesblindur. Sturlu staðreind. Það kemur ekki óvart en það er þessu Apple-tölur ógeðslegar. Svo er það næsta, það tekur 6 mánuði að gera 1 Simpson þátt. Sturlu staðreind. 6 mánuði að gera 1 Simpson þátt? Já. Það er kjaftaðið, þá er ekkert, sko... Þetta er náttúrulega unnið vel fyrir með tíma. Já, ég... Taka saumaðri, hvað heldur þú að gera það? Svo er það næsta, það var kona sem reyndi að fyrirfara sér með því að hoppa á FL-tunnunum en lenti á bíl og lifði það af og endaði svo að giftast eiganda bílsins. Sturlu staðreind. Wow. Þessi er rosaleg. Þetta er efni í a movie. Já, þetta er nákvæmlega. Let's make a movie about it. Þetta er bara bandarísk gana. Þú leikur gæjan í bílnum. Já. Fáum einhverja hot lady til að leika konuna og ég verð the director. Svo er líka eitt við þetta. Já. Þetta hljómar eins og falli ástæðsaga en spáði þegar þú vart til dæmis að tala við vini hans og fjölskyldu og vart kannski eitthvað svona veistlu eitthvað, já hvernig kynntust þið? Já, ég ætlaði að drepa mig og já, það gekk ekki. Ég veit það, en þú veist í bíómyndinni kynnustu því að hún er einhverju öngstræti í lífinu og eitthvað svona og kannski kallkarakterinn líka. Crazy thing about love. It comes when you least expect it. Directed by Hjörvar Hafleidsen. Það getur verið svona kattfreysið. Það hljómar mjög vel. I felt our love. Þetta er góð saga, hvernig við kynntumst. Nei, heyrðu. The Tower of Love.
Tower of Love var í myndin. Það bara... Svo það næsta. Það eru 3 hlutir sem heilin verður alltaf fyrst varfið. Getur þú nefnt með þá 3 hluti? Sem heilin verður alltaf fyrst varfið? Verður alltaf fyrst varfið, já. Nei, ég get ekki nefnt á. Matur, kynlíf og hætta. Ég ekkert að reyna að finna. Gæt nú verið, sko, kynlíf. Já, og hætta. Verður fyrst varfið hættu. Hættu, já, og mat. Já. Þetta er bara svo, þetta getur verið nafn á ævisögunni, Hjöpi. Svo það næsta. Já, svefn verður á fyrsta harðið það. Svo næsta styrlaða staðarind. Eistun og kolkrabba í hausnum á honum. Sturlu staðarind. Já, það enda vangjuminn staðarind, sko. Já, skemmtilegt. Mega, hann hefur hugsað. Ok, næsta. Áttu ekkert annað svona sem Eiffelturnin? Einhver að hoppa fram á... Nei, eitthvað bara svona falletta því að það kemur í gott skap. Já, ég bara, veist, ég fæ þetta bara sent alveg, skilur. Ok. Svo næsta. Meðal brjóstarhaldur í dag 36C. Já. En var 34B fyrir 10 árum síðan. Þú ert svona bara höfum á eftir hennu, þú elskar stórbrjóst. Ég? Nei, ég er ekki mikill búbmaður. Ekki? Nei, ekki þannig, alls ekki. En þú? Viltu hafa það bara eins og 11 ára stráku á hann? Hvað er þetta eitthvað rugglaður? Þó ég vil ekki drýsa stór brjóst þá vil ég ekki eins og 11 ára strákur. Hvað er ekki til einhver millivegur hann? Ég veit það, ég bara spyrja þig. Og hvernig vilt þú hafa þetta? Ég bara rísa stór brjóst. Það er eina sem kemur til greina. Það er ekki lægi. Svo það síðasta styrlaða staðarindir sem kannski ekkert rosaleg. En íkonnar gleyma hvar þeir fela helmingin af hnetunum sínum. Sturlu staðarind. Ok. Já, þeir fela alltaf hnetunar sínar og finna ekki nema rétt tæpan helmingin að þeim. Ég meina sturlaða staðarind fyrir þig. Manstu þetta Datsun bílunum? Og kanar voru eitthvað að láta smíða á í Asíu. Já. Og kanarnir Japanarnir þurfa að fá nafn fyrir hennar bíl. Hringja til Bandaríkjanna og þeir voru svona eins og Tong. We need a new name for tomorrow. We need a new name for tomorrow. Þeir segja, that's soon. Thank you. Þá síminn, that's soon. Bíllinn? Já, þarna fengum við eina auka sturlaða staðarind frá Hjöppa. Það voru sturlaða staðarindir dagsins að styttist í að við heyrum í Roger Jefferson sem einmitt leikarinn í Different Strikes. Hann staddur hérna á landinu og ég með númerið hans og já, hann búinn að senda SMS því til staðfestingar, hann ætlar að tala við okkur. Svo líka flottulagakeppnin og fleira, þannig að stay tuned. Þetta Flóni senda með sín, meitt gamalt og gott og það heitir You Got The Love. Þetta finnst mér ekki gott lag. Ekki? Var þetta ekki alltaf You got the love, I need to see me through. Það var miklu flottar útgáfa. Já, ég held að það væri svo útgáfa. Hefur þið séð myndina Layer Cake? Já. Þá er mjög flott útgáfa af þessu lagi. Já, það er líka sko... Nei, ég ætla ekki að segja upp á þá veit ég að ég fæ skít frá þér. Ég myndi segja aðra sögu með laginu You Got The Love. En talandi flott lög og annað, þá ætlum við að fara hér í flottulega keppnina við Hjörvar og... Það er ekki flókið, við spilum báðir, hvað var það, 1.40 úr lögunum okkar? 1.30 ekki, bara 1.30? Mér er alveg sama, 1.30 er fint. Nei, mér er alveg nákvæmlega sama. Akkur heldur alltaf, ég þarf bara 1.30. Já, ég get, leið mér þá bara á 1.50? Nei, en þá ætla ég að fá 1.50. Já, ok, eða 1.40. 1.40 fyrir milliveginn og svo er þetta ykkar höndum kæru hlustendur þið ringi 511-0957 og já, þið segið hvort lagið er betra fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þetta er ekki flókið og hvora staðan er 11-11 þannig að það er mikil spenning þessu hvora okkar byrjaði síðast Ég byrjaði síðast Ég vil kepla ykkur nefnuna fyrst Alveg rétt, sko ok Lagið sem ég ætla að setja á ég man að ég jarðaði einu sinni með laginu Under the Bridge með Red Hot Chili Peppers stórkostlegt lag og þá fatta ég var að fatta núna ok, ég þarf sigur, það er 11-11 hvaða lag svona er á svipum tíma og nær mér á sama hátt og það lag og ég er búinn að finna það er lag með Soundgarden og heitir Black Hole Sun Er það þetta? Black Hole Sun, won't you care Þetta er eitt besta lag allra tíma Hættu svo, ég er ekki lagið þetta eftir það Nei Hækkaði bara núna, tilbúin Þetta lagið mitt, Black Hole Sun Flottulega keppninni, Black Hole Sun, ég veist búið með tíma minn Ég þarf að lækka ég þessu Hvað er ég stattur? Í miðju viðlagi Er ég stattur í Halló Hei Miðju viðlagi maður Hvað þú ert að tala Kveikt á mér Þú ert að það Þetta er shit Hvað er við stattur í 9. tíundur Og þú hefur alltaf þitt lag undir svona helviti lengi Nei Þá fyrir búin að slakka mér Þannig kom ég, já Ertu eitthvað ruggleður? Þannig kom ég Þú ert einninni, sko Ok, þannig kom ég Já
Herðu, þetta var Soundgarden með Black Hole Sun og það er komið að þér Ég dætti eitthvað svona febrúar þunglindi í 9. bekk eða eitthvað, bara eitthvað verkfall og engin skóli og... Þetta er ekkert hlusta hérna á Black Hole Sun. Geggja lag. En ég treysta á hlustendur, ég held að þið séu sammála mér. Hvað er þitt framlag? Það er einn af mínum uppfólksmönnum. Maður sýpir mikla vinning fyrir. Það er kóngurinn í rappinu. Þetta rapp verður alltaf lélegar eftir sem árin líða. En þetta var ágætt hérna þegar maður var yngri. Þetta er maður sem ég ekki stundum að kalla kónginn, Dr. Dre. Og með honum er Snoop Lion. Snoop Lion? Still. Ok, þá var þetta bara á. Settu það á Dr. Dre. Featuring Snoop Dogg. Skemmtilegt að hann skulle henda þetta lag þegar hann var að saka mig kvennfyrirlitningu daginn í laginu Paris. Þannig að það er sagamenn í því. En nú erum við að gera... Þetta eru alveg töffara. Já, því að þeir eru ekki með hérna kvennfyrirlitningu. Það er heldur góður hér. Já, þeir eru lausir við það. Alveg gjörsamlega. Það komið hins vegar að hlustendum að hringja í 511-0957 og kjósa hvort lagið er betra. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur og tekur forustu í þessari keppni einnig hjá okkur. Þá byrjum við hér FM 95 Blöð. Hvað var þitt atkvæði? Herra Hjörvar Hallöfsson, það er mikið respekt fyrir þetta lag. Akkaði fyrir það. Þetta er Dr. Dre maðurinn sem ég eða? Já, svona, þetta er gamla rappið. Það er náttúrulega algjörðið þetta sem er að koma í dag. Varst ekki að fíla Black Hole Sun? Já, og þetta var svona febrúar þunglindi. Ég er alveg sammála því. Ok, 1-0 fyrir Hjöpa. Takk fyrir það. Herruðu, staðan er 1-0 fyrir Hjöpa. Það er 511-0957 og, já, hvort lagi fannst þér betra? Halló? Þetta var Hjöppi. Já, þakka þér fyrir þetta, elskan. Ertu byrjuð í skólanum? Já. Gengur ekki vel? Jú. Já, glæsilegt. Alltaf vera dugleg heima að læra, vera duglegur að læra. Já. Auðvitað. Ok, duglegur í skóla. Bye. Takk. Bye. Staðan 2-0 fyrir Hjöpa, mér líst ekki á það. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er Riti. Anna þekkið, Black Hole Sun. Já. Það er Riti. Býtu hvað, okkur mætur alltaf eins og allir sem hingja í... Beintur Skagafirðinum, hérna, það er Riti. Það er okkar meður. Ekki hlusta á hann. Ok. Takk fyrir atkvæði. Það er alltaf okkar meður, það er Riti. Herru, en hættu að láta alltaf eins og þessi eitthvað að þeim sem að kjósa mín lög. Hættu þessu, Hjörur. Stíl. 511-0957, hver fær þitt atkvæði? Það er alls ekki Öddi. Alls ekki Öddi? Alls ekki. Nei, það er ekkert annað. Er það Hjöppi þá? Já. Hvað er það Black Hole Sun? Já, mér finnst það bara rólegt. Já, nákvæmlega. Herru, respect. Takk fyrir að hringja. Ekki með það. Ok, staðan er 3-1, ég trú ekki sem var að tapa þessum Black Hole Sun. Það er 9 fyrir Blöð, hver fær þitt atkvæði? Herru, hvað er staðan? Það er 3-1 fyrir Hjöps. Ekki reyna að vera eitthvað að jafna leikinu. Herru, hættu þessu, mann að gera sem maður vill gera, maður. Þetta er örugt, það er alltaf íkvæðum Hjöppi. Nákvæmlega. Hvaða mistar er þetta? Skaffyringa. Íkvæðungurinn. Gaman að heyra. Takk fyrir að hringja. Ok, staðan er 4-1, ég trúi sig ekki. Hvað var þetta, Gústi? FM 95 Blöð. Já, góðan dag. Dag. Það er Hjörvar. Takkaði fyrir að 5-1, Dr. Dre maður hana. Ertu Dr. Dre maður? Já, sjálfsögðu. Sjálfsögðu. Við spjörum þetta. Og Snoop Lion líka. Neitt. Já. Ég þarf að koma eitthvað betra að læna. Þetta er á lélegt í dag með hvernig það var í daginn. Þetta var bara snill. Þetta var bara snilt maður og 5-1 fyrir mér. Takk fyrir að ringja. Takk. Ok, það er vitleisa að þetta. Hvað er þú kosið? Ötti, takk fyrir það maður. Takk fyrir það. Þú kosið, þetta er geðveikur. Hvað hefur þú kosið? Ég hefði kosið þetta. Takk fyrir það maður að koma aðeins tilbaka. Takk hérlega. Ok, maður segja, hvað hefur þú kosið? Ég hefði. Ötti, takk fyrir það. Það eru takk aðeins það. 5-4. Hvað hefur þú kosið? Ötti. Það er núna á síðast fyrir að nota þetta. Takk hérlega. 5-5. En ég vann, ég var undan í fyrir. Hörkuspenna. Hvernig hefur þú kosið? Það er doktorinn. Dr. Operate. Þetta var flottunarkeppnin, Örstuð, Kilobóð og minna alla á Hamraborgarháttíðunum helgina. Hamraborgarháttíðina? Já, kompóðinu. Morgun þátturinn Magasín á ferðalagi landið. Næstu helgar verður morgun þátturinn Magasín með skemmtikvöld á hinum og þessum stöðum allt land. Fyrsta stopp er á Kaffi Egilsstöðum. Lauflétt pubquiz, uppistand, fáránlegar keppnir og löðrandi sveitt ball fram eftir nóttu. Hlökkum til að sjá þig á Kaffi Egilsstöðum laugardagskvöldið 1. september. Morgun þátturinn Magasín. Í tilefni þess að það eru ennþá skóladagar í Kringlunni höldum við áfram að gefa skemmtilega vinningar frá Kringlunni. Fylgstu með á FM og þú gæti verið heppinn. FM 957 og Kringlan í skólastemmingu.
Nú skólastemning í Kringlunni. Skiptibókamarkaður, skólaföt, vel yttaðir blýantar og brakandi leðurtöskur. Mundu eftir ávísuninni. Kringlan. Spennt fyrir skólanum. Þetta T.I. með Whatever You Like. Eitt gammalt og gott hér í FM 95 Blö. Ef þú mætti fá hvað sem þú vildir, Hjörvar, hvað væri það? You can have whatever you like. Hvað væri svona óskalistanum þínum? Það væri svona íbúð á 112. hæð einhverstaðar í New York. Já. Svona heil hæð fyrir mig. Já. Verður The Cayman Crib. Og verður svona risa ká. Alltaf hérna Hvað viltu upp á bara þakki. Viltu það svona Donald Trump bara? Eitthvað svo leiðis. Já. Og alltaf er party hjá mér. Það var einhver kastar ykkur úr húsinu hliðin og svona beina að húsinu mínu eitthvað svona. Já. Og ég verður my own private DJs og allt dæmi sko. Svo fer ég sjálfur og DJ-ens. Já. Þetta er drömmur. Hvað áttu DJ-nafnið þitt? DJ Face. DJ Face, alveg rétt. En með setu það ekki? Já. Ég var samt að vinna með Herb Legovitz á sínum tíma. Herb Legovitz? Okkur hættur með það? Nei, ég var að vinna með honum, sagði ég. Já, ok. DJ Herb Legovitz. Er þetta alveg hættur að DJ-a? Já, ég gera það svona einstaklega sinnum. Já. Þá tek ég DJ-galan og fer hans að skratsa. Já, hefur þið verið að skratsa einhvers staðar í bænum eða ertu á einhverju svona bara meira svona lokalstöðu? Já, ég er meira svona í engapartíum og svona sko, þú veist. Ég er líka alltaf þannig þegar ég er að spila eitthvað gott lag eitthvað How'd you think I feel when you come on it? Þá svona mixa ég alltaf eitthvað svona aðeins úr hinulaginu inn í það. Já, ok, cool. Þannig að þeir sem eru á gólfinu, þeir vita hvað er að koma næst. Það er cool. Svo hendi ég bara eitthvað svona You can have whatever you like og svo svona kannski einhverja different beat undir. Og heldur áfram samt með lagið sem þú varst með á? Já. Þannig að þau vita að þetta kemur næst. Jú vil vera sniðut hjá þeim. Já, ég verið svolítið mikið í þessu. Hvað er svona þín tónlistarstefna sem DJ? Það er Eurotrance. Eurotrance? Já, Kaskada þarna. Já, mikið með hana. Og skúter þá eitthvað svona? Já, auðvitað, ég detti auðvitað í léttan skúter við. Já. Og meira bara svona allt euro svona. En þú tættur að spila erlendis? Ekki? Já, ekki var kannski rétt að búið kemur en ég myndi helst vilja spila í New York. Já, ég man að varst eitthvað að segja mér að þessi lífstíll væri svo skelvilegur. Já, þú varst að ferðast þarna mikið til Berlínar og eitthvað sem tíma. Já, Berlín og Köpen. Og svo þeir ferði alltaf í Köpen, það voru alltaf á stað sem heitir Jimmy and the Juice. Hefur þú farið inn á þann stað á Kastrup-flugvelli í Köpunum? Jimmy and the Juice? Það er einhver... Er það Juice eða Juice? J-U-E-C, bara Juice. Já, bara saði. Já, hefur þú farið inn á hann? Já, ég held það. Það er allir að rembast þér ógustlega kúlar. Já. Þú veist, þú ert ekki ráðið að nefnum sitt geðveitt svalur. Allir í mjög þröngum buxum, einhvern veginn svona... Svona hipp og cool eitthvað. Hipp og cool eitthvað svona. Og þeir eru svona reyna að vera cool og tala svona töff ensku eitthvað. Hey, can I... þú veist hvað, ég næði ekki alveg danska hreimnum ákvæmlega núna. Nei. Do you want something to drink? Want some lemonade or something with strawberries or something? Varstu að DJ-a þar? Nei, já, þú veist, ég var nú bara að tala um hennar stað, sko, það er einhver svona verið að rembast eða svalur inn á einhverjum stað inn í flugstöð, þar sem enginn er einhvern veginn í feeling. Nei, það er skríti. Og það er svona cool tónlist og... Já, það er ekkert verið að cool tónlist. Nei, en þú veist, ég er bara í flugstöð, sko. Já, reyndar, það styttist hér í Roger Jefferson. Hann er bara hérna rétt handa við hotnið. Og betur, er hann ennþá á landinu? Roger? Já. Ég var að segja það hann sendi mér, ég er búinn að fá SMS frá hann, hann veit en er ekki bara eitthvað fólk ég er, sendir ekki bara eitthvað yes eða það? Nei, hann var þvílíkt restir í talaðan síðast, þannig að ég ætla hérna bara að stempla inn númerið hans og já, fara að ringja í hann á meðan við býðum eftir að já, Roger Jefferson úr Different Strikes svarið, þá skulum við fá hérna smá bump með Ed Sheeran. Þetta er gætið lagið það? Já, góð taktur í þessu. Já. Byrja vel. Já. Fínasta lag hér á ferð með Ed Sheeran, Small Bump. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og já, við hjálpum með ykkur til 6 í dag og eins og margir vita þá er Roger Jefferson stattur á Íslandi, leikarinn úr Different Strikes. Þetta er búið að vera rosalegt sumar, við erum búin að fá hérna já, stjörnur eins og Ben Stiller, Russell Crowe, Emma Watson og fleiri og svo að sjálfsög Roger Jefferson. Ég heyrði hann fyrir 2 vikur síðan og ég held ég sé með hann hérna á línunni aftur og hún finnst örugglega fyndið að heyra mig tala íslensku svona hratt. Roger Jefferson, are you there? Hey, I done blonde, am I saying it right? Yeah, Auðun Blöndal, yeah. I was telling the kids that you were going to ring and they were all going, yeah, that's Eddie Blundell, man. Oh, I knew you, man. You got the kids with you? Yeah, a lot of the local kids here, they all knew Eddie Blundell. Oh, yeah, you're talking about the kids around you. They were like, hey, Roger, is he going to call you? Okay, nice to hear.
I'm staying in Borgarnes. Are you in Borgarnesi? Are you in Borgarnesi? Yeah, am I saying it right? I'm standing next to Hirnan. Yeah. Hirnan. Yeah, Hirnan. Yeah, that's right. Yeah, right. Yeah, that's cool. Your Icelandic is coming is becoming real good. I'm loving it. Just ask me something. Okay, ask you something. Okay, how do you know how to say? I'm gonna buy a hamburger in Icelandic. I'm gonna buy. Wait. I'm gonna ask the kids here. Okay. I'm gonna have a hamburger. Yeah, I got it now. Okay. Yeah, Alska Stora Ras. Yeah, yeah, that's right. That's like buying one hamburger, right? Yeah. How did you say it? Alska Stora Ras. Yeah, that's right. Yeah. I mean, it's been amazing. I mean, we've been, shooting the shows, and I met this cute gay icon here, Paul Oscar. What? Paul Oscar. Yeah. Did you meet him? Yeah. The gay icon. Yeah. I met him, and he must be an inspiration for you as well. For you, you're probably famous here in Iceland, so you must be really vocal in the whole gay community. He's a very good guy. Yes. Yeah. So he must be, good for you, because he's probably a few years older than you, and he got out of the closet before you did, right? Hey, Roger, Jefferson, I'm not gay. You're not? Oh, okay. No. I thought all radio guys were. Okay. No, I'm not. Okay. Yeah. But the girls here are just amazing, man. Yeah. Icelandic woman. I was saying to my friend back in States, he was saying, hey, man, have you had some girls? I was saying, well, let's say the average girl here is 60 kilos. I've at least had a ton. Okay. So it's been, quite a ride. Yeah, we have the most beautiful women in the world. Yeah, I agree with that. I agree with that, son. Oite Blondal, right? Yeah, it's so nice to have you on the line. I have to ask you, Roger, because everybody in Iceland have seen you in different strikes. Yeah, and we're shooting some of the parts here. We're shooting in Borgarnes. We're shooting in Akranes. Yeah, yes. Langisandur, Akranes. Yes. Yeah. So that's basically what we're doing, and we're going to Ólafsvík. Ólafsvík. Yeah. Oh, no, wait. Sticky Homer. Sticky Homer. Is that right? Yeah, Sticky Homer. Yes. Yeah. That's right. We're actually going to go there, but last weekend I went to meet Ben Stiller, who's here. Yeah. We went to this place called Solon, and it was crazy. Yeah. It was crazy, and then we went to Cricket. Oh, okay. And it was man, they were partying till 5 a.m. Yeah, that's what we do. Wow. That's what we Icelanders do. Crazy. I love Ben Stiller. He's one of the best actors I've ever worked with. Oh, is he? Yeah, well, for one of them, I think the best one is for, obviously, Robert De Niro. You probably know him from Scarface or something. Robert De Niro? Probably, the best actor I've ever worked with. I know, Al Pacino was in Scarface. No, I'm talking about Robert De Niro from Scarface. Yeah. He wasn't in Scarface. Robert De Niro in Scarface. He's the best actor I've ever worked with. No. But, okay, sorry. Then, on the Saturday night, I met the owner of Oyster. Yeah. Oscar Kolbinson. Yeah. Great guy. Cool. And he was with that fitness guru here in Iceland. Ivar Gudmundsson? Oh, no. What's his name? Gilsey. Is that right? Yeah. No, he was with that fitness guru. Yeah. Gilsey. And they were crazy, man. Yeah. And, did you know he's known as the Kolb Train or the Kolb Machine? Yeah, he's called that. It's so cool. He owns a club, and he's called the Kolb Machine. Yeah. That's how he rolls. It's like that never happened back home. No. So I'm really loving it. Yeah, so I hear it on you, Roger, that you are having a wonderful time in Iceland. Yeah, well, we're shooting the shows, and we're hoping that season 7 will start in November back home. And I'm just telling you guys, don't download our stuff. Buy it. Yeah, I promise you. And I promise you as well, Roger, that everybody in Iceland is waiting for season 7 of the Different Strikes. I promise you that. Yeah, well, that's nice. It's really nice. I met a lot of my fans, and now I'm just going to go to Hirnan. Yeah. Hirnan and Kaupa Stora Ras.
Yeah, it's kaupa stóra rass, right? Yeah, that's like buy a hamburger. Yes. Yeah, that's what I'm going to do right now. Thank you for giving me this time. I know your time is precious, Roger. I'm loving it out there, and the kids say hello. They love you. They love you out here, man. Yeah, say hello to the kids. I was telling them that you were going to call me. Yeah. They went ballistic. They were like, what? Is that guy from FM 95.7 going to call you? Yeah. I was like, I'm Roger Jefferson. I'm used to the whole Hollywood scene. And you were going crazy about some Icelandic guy. Yeah, say hello to the kids. Yeah, I will. They're going to love it. Thank you, and thank you for taking my call. Yeah, no problem. I appreciate it, man. Okay, thank you, Roger. Okay. Já, þið heyrðuð rétt, þetta var Roger Jefferson, aðaleikarinn í þáttunum Different Strikes. Virkilega gaman að spjalla við þennan mann. Við skulum fá Ásgeir Trausta með leyndarmál. Ljósanæturballið í Stapanum Reykjanesbæ laugardaginn 1. september. Framkoma í fyrsta skipti undir sama þaki. Popkóngurinn Páll Óskar, Friðrik Dór og Úlfur. Þetta stórviðburður sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara. Miðasala í fullum gangi í Gallerí Keflavík og Kiss Kringlunni. FM 957, Agent.is og Smirnoff. Movita Corona árlega plötusnúðakeppni sem verður haldin í Svíþjóð 17. november næstkomandi. Undankeppni fara fram allan heim og nú á Íslandi. Keppnin fer fram á gamla Gauknum laugardagskvöldið 1. september. 1000 kallinn og Corona fylgir. Keppendur verða Viktor Birgis, Háskell, Gretar G, Skeng og Kerr. Corona og gamli Gaukurinn. Kynntu þér hagstæð kjör og vandaða þjónustu á náman.is. Það munar miklu að vera í náminni. Landsbankinn. Manhattan Keflavík kynnir Ljósanætur gaman með Heiðar Austmann og Rikka G laugardagskvöld. It's Millertime á Manhattan. Agent.is og Smirnoff kynna Ljósanæturballið í Stapanum Reykjanesbæ laugardaginn 1. september. Páll Óskar, Úlfur og Friðrik Dór halda húsinu heitu alla nóttina. Miðasala í fullum gangi í Gallerí Keflavík og í Kiss Kringlunni. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum Hér með One and Only. Þið að hlusta á FM 95 blöð á 50. Það farið að kólna í veðri. Sveimi þá. Veturinn að koma. Hvernig leggst veturinn í því, Hjöppi? Mjög vel. Já, ertu vetramaður? Ég bara elska allar ástíður. Já, en áttu... Já, elskar allar ástíður, ok. Áttu þér enga uppáhalds? Uppáhalds? Það hlýtur að vera sumarið. Sumarið tíminn, eins og Bubbi sagði. Já, en haustið, það einhverju leyndardómar þarna. Já, það er á hausta núna. Já. Hvaða leyndardómar í haustinu? Það bara svo mikið af leyndardómum sem ég eiginlega vil bara leyfa þér að upplifa. Já, ég samt finna þegar ég að koma fram á mótnana. Og að fara út í bíl, hvað búið að kólna ógeðslega og mér finnst það óþægilegt. Það styrkist í skoðuna. Það var svolítið fyndið þessum konunarni í ágræsnu var að koma eitthvað. Ég var að komast einu skrýtnu. Bara nú, þú og Ryan Gosling eru fættir með 40 daga millibili. Ok, finnst þið það eitthvað skrýtið það? Og hún komið á hann og sagði frá því? Nei, hvað, þú og Ryan Gosling séu fættir með 40 daga millibili? Hvað fréttnæmdi það? Nei, bara því hún var að segja það Er ekki lagi með þig? Já, því vorum að tala að við varum fólk að tala að við sem fættir sama ár. Þú og Ryan Gosling? Já, við erum næst í afmæli saman dag. Já, því að munar ekki nema 40 dögum? Já, 30 dögum. Það reykja eitthvað hér, það er ekki þessu bullið, maður. Hver var að tala um það? Konan ég náðan. Hvað? Þú varst einn bara? Nei, þú varst reyndar að labba framhjá, en hún var að segja að þetta væri svolítið skrítið. Það væri bara 40 dagar á milli ykkar? Já, ógeðslega skrítið. Já, ég meina, ég sagði bara, já, ok, ekkert vandamál. Það er eins ólíkir og hægtir að vera, heldur? Nei, ég var ekki að tala um það, en hún var að tala um, svo víst. Það er svona eitthvað söp með okkur saman. Það er ekki bara glemt því. Það er nóg að vera í kvöld fyrir íþróttaunnendur. Íslenska landslið í körfubolta að keppa í Laugardalshöllinni. Fyrir hverja er nú að spila? Þetta stóð hérna einhver staðar, ég ætlaði svo að fara að tala um, já, það er nú ekkert búið að ganga allt og vel hjá íslenska körfuboltalandsliðinu. Já, það kemur óvart, yfirleitt þetta rúllinn sigraðan í körfunni, sko. Já, en Ísland, þeir sækja Serbíu heim í undankeppninni. Ég ætlaði að tippa Serba. Já, þetta er ekki á Íslandi einu sinni. Þannig að ég er allt niður með þetta. Ég er spáðið að tippa Serba. Leikurinn fer fram í Kair Sportcenter í Nice og hefst klukkan 18:30 á íslensku tíma. Í Frakklandi?
Í NIS, NIS, með eitthvað. NIS, já, ok, NIS, já, ok. En fyrir þá sem að búa hins vegar í Íslandi og hafa áhuga á íþróttum sem eru, hér í kvöld, þá það FH IBVF og nú eru með sérfræðingin úr Persumörkunum. Hvernig fyrst á leikur hér? FH IBVF, ef allt eðlilegt þá vinnur hérna FH. Með það máli. IBVF-standur búin að vera ágættir í sumar, ekki? IBVF búin að vera, náttúrulega eftir hörmulega byrjun, þá fór að ganga ágætlega hjá þeim. Já. Og hérna þeir hafa fengið á sig fæst marka af öllum liðunum. Já, IBVF. Já. En ég hérna... Það náttúrulega komin einn partyboy komin úr Agabanni. Já, Tryggvi komin úr, já, en hann fer ekkert beint í liðið, myndi ég halda það. Nei, hann er á bekknum. Ok, já, þannig að hérna, ef allt eðlilegt þá vinnur FH. En sko FH, þó þeir tapið að gera jafntefli, þá eru þeir ennþá í algjöru líkri stöðu. Já, er FH að fara að klára þetta mót bara? Já, ef þeir vinna í kvöld, þá eru þeir nánast búin að vinna mótið það, því að það er ekki nóg með að þeir séum þá með 7 stig á KR. Heldur eiginlega líka markaratöluna, þannig að þetta er eiginlega 8 stig. Þannig að það eru nokkri KR-ingar í kvöld sem að halda með IBVF. Já, ég held bara allir, bara hér á Íslandi haldi með IBVF nema FH, því að fólk vil vantilega reyna að halda einhverju spennu áfram í þessu. Já, þetta er leiðilegt ef þetta er búið strax. Botbarðan nánast búin, það er enda fram á Selfoss að berjast. Já, hún er langt frá að vera búin, en hérna, já, ég myndi halda hérna að flesti myndu styðja Eyjamenn þó að F-fáingar séu vissulega líklegir í þessum leik, en F-fáingar hafa ekki verið að skora undanföndu, þeir hafa verið að mjaka inn sem 1-0 sigrum. Já, það sem er endar, sko, fyndna ég held þetta svo steikt, ég held með IBVF í kvöld. Já. Því ég vil fá spenni í þetta, en ég vil alls ekki að KR verði Íslandsmeistari. Af hverju vilt þú ekki að KR verði Íslandsmeistari? Að því unnu tvöfalt í fyrra og hvað heldur ég vilja aftur tvöfalt núna, það er bara viðbjöður. Já, ok. Já. Engan áhuga á því. En hvað, vilt þú að KR vinna þetta? Mér er alveg sama hverju vinna þetta. Já. Þannig að ég hérna... Og nú til að blika maður? Já, svo sem ekkert einhver glérharður bliki, en ég myndi svona tengja mig mest upp Breiðabliki í deildinni. Já. En hérna, já, mér er alveg saman hverju vinna, en hérna, ég myndi halda að ef FH vinnur í kvöld, þá er þetta að öllum líkindum búið, en við veitum nú hvernig fótboltinn er. Já, við kveitum allan til að kíkja á leikinn, takk í úlpuna með, það er bara að kólna. Við fá hér All Time Low með Wanted og svo er það lagið á leiðinni heim hér næst. Ekki missa því. All Time Low hér í FNÍFM Blöð. Það er hins vegar komið að heilsuhorni Hjöbba. Já. Þú ert að taka það í gegn, þú ert að fara að taka svona út að skauja litla á þetta. Nei, ég er náttúrulega að taka mig fyrst og næst andlega í gegn. Já, og líkanlega ekki, ætlar ekki að leta það? Jú, ég ætla svona að láta það fylgja með, en það er náttúrulega fyrst og næst andlega í þátturinn. Er það eitthvað sem þú þarft að taka vel í gegn? Nei, þetta er eitthvað sem maður þarf alltaf að skoða. Andlega? Já. Ertu góð í jafnvægi? Já, ég er gríðarlegu jafnvægi. Já. Og ég vil halda þið þannig. En það sem að, já, í heilsuhorni Hjöbba, þá ertu samt ekki að tala andlega hlutum? Nei, en við ætlum að byrja á hérna líkanlega þættinum. Já. Og ég er búinn að fá, já, mínu vindi besta þjálfara landsins til að svara. Hann reyndar hérna hjá þér á föstudum. Já, það er Gilsinn. Það er Gilsinn sjálfur. Og ég hringi hérna það? Hringdi hann. Það hluta heilsuhorninu? Já, það er bara stærsti hlutir á heilsuhorninu. Ok. Þetta er í fyrsta sinn sem þessi liður er, heilsuhorni Hjöbba. Gemaðurinn er að fara hérna hjálpa kámanum aðeins að skera sig niður og mæla hann og annars líkt. Gemaður? Dýrari típan. Blessaður. Dýrari típan. Herru, dýrari típa? Já. Ætla að taka á því? Já, ég er að taka hrikalar axli. Ég get alltaf haldið á símanum, sko. Hversu djúpan bruna ertu með okkur núna? Þú trúir, ég þarf að leggja á hliðina og þetta síman leggja á kinninni. Ég get ekki haldið á hann. Hversu góð tilfinning er það þegar maður er að pumpa axlita svona með kannski bara léttu og finna bara eins og þessi eitthvað að springa þarna? Ég var að mynda því. Já. Það er bara, ég tók mjög þungt til að byrja með, mjög þungt sett og þótt því að létt pump. Allra að springa nú, þetta sjálf. Þú ert hérna í heilsuhorni Hjöbba í FNÍFM Blöð? Já, er ég komin í heilsuhorni það? Já, hérna, Gemaður, manstu þegar við vorum að byrja okkar bodybuilding career. Já, ég manna því. Svona fyrir 10 árum síðan, eða 10-11 árum síðan, þá vorum við svona okkar eiginlega bodybuilding career að byrja. Þá voru eiginlega engar stelpur að rífi í Cold Hard Iron. Ég veit það. Og hefur þið tekið til vakningunni sem hefur orðið núna? Já, það er bara, minnst þetta einditt þetta. Þarna vildi alltaf stelpur vera svo Victoria Silvstedt mótil, svona mjóar, bara engi vöðvar. Í dag vilja stelpur vera með kúlurassinn. Verður nú samkvæmur sjálf og er ekki fara að setja út á Victoria Silvstedt Playmate of the Year? Veist ekki hvað var ég þar? Hættu þessu bulli, Egill minn. Herðu, en við erum að fara að henda mér í... Það er sko Hjöbbi í form, það er svolítið, heitir átækið
Kemur í form. Þetta svolítið svona gaujulillinum í útvarpi. Nei. Eina sem ég þarf að vita til að byrja með. Við skulum líta meira á þetta eins og Ben Affleck að koma sér í form fyrir action-bíómynd. Ok. Lítum á... Nei, við skulum líta á þetta, þú veist eitthvað, Ben Affleck að fara að taka sér nýtt hlutverk. Segjum bara ég sé Ben Affleck. Og þú ert Ben Affleck nú, ok? Og ég þarf, og fyrsta sem ég þarf náttúrulega eru brennslutöflur. Já. Pá. Fyrst er ég að vita, hvernig Burry viltu? Ég vil svona Matthew McConaughey. Þú vilt Matthew McConaughey? Já. Ekki svona í dag samt. Já, þú veist hvaða Matthew McConaughey er að tala um. Ég menn, hann var leikið strippara myndu daginn og... Eitthvað út í það, sko. Já, hann var samt að taka sér 20 kíló núna fyrir nýtt hlutverk, en ég veit hvað er að tala um, ok? Þú vilt vera hérna með svona ágætismagnaböðun, ekki mikið, og helskafinn. Það er Matthew McConaughey. Já, ég reynd að verða aldrei helskafinn því ég hef ekki alveg agan í það, sko. En það sem ég held að skiptir mestu máli eru the tablets. Hvað tablets sjáðu på mér? Þú ert svolítið að leita töflunum, frekar en bara mataræðan og heimingu. Ég meina, er ykkar glerhana töflur sem að focus on the midsection area? Sem fókusa bara á miðsvæði? Já. En það er ekkert lofaðið í. Íðu. Út að fara að kíkja á Sávari Fitnessport, hann kíkja meittara. Já. Og út að fara að náður í Hydroxycut, út að fara að vera með það í æð. Hydroxycut? Veist alveg hvað það er, ekki? Nei, þú veist, er ekki komið eitthvað harðar en það? Þú þarft ekkert eitthvað harðar en það. Nei, Ég ætla að drekka 6 súpudósir. Hei, er ekki komið Hydroxycut? Hei. Þetta er þú út í heilsóðninu mínu, sko? Shut up. Er ekki til Hydroxycut Hardcore? Það er útgáfan sem er komin í dag. Hún heitir Hydroxycut Hardcore. Við erum ekki vinna með menjul útgáfan. Já, ég veit það. En er ekki komin til eitthvað sem heitir Hydroxycut Extremely Hardcore? Það er endur ekki komið. Það er með viðskipta hugmyndi Muscle-Tech fyrirtæki, sko. Extremely Hardcore. En það er eina sem er eftir í það, sko. Og maður segja sem er eftir í það. Ég veit, þú vilt ekki vita það, sko. Ok, tell me about it. Það er 200 kaloríur í einna rauður í súpudós. Ok. Þú ert að slátra meðal tal eitthvað 6-7 dagar, ekki? Ég er ekki að slátra 6 súpudósum í dag. Við snúum að segja þessu 3, max 4. Ok, það er 4 dósir á dag? Ok. Hann er í því. Vá. Hann er í því. Og það er 200 sinni 4. 200 sinni 4, það er 800. 800 kaloríur bara á súpudósum og þú ætlar að vera 2000 kaloríur kötti. Þannig að þú getur glemt því að taka að þér, þú ert aldrei verið sem Matthew McConaughey með þessu súpudósum. Tröflaður í Coke Light. Nei, ekki enga, hei, ef það er eitthvað sem ég þekki á öllum fitulhungum, þá drekka þeir alltaf sykurlausa góðstrykki. Alltaf helsköpnu gæðinni sem ég þekki, þeir alltaf bara, fáinu kók, svo kemur alltaf einhver hlungur eftir eða einhver gæði sem aldrei geta undir íþróttum. Þeir láttu mig að hafa hérna á diet og þannig að... Hei, ok, viltu að fara í vatni þá? Já, getur þú tekið það stökk úr öðru súpudósi yfir í vatn? Nei, reyndar ekki. Nei, ok. Verð ég að fara í diet eða max eða eitthvað svoleiðis? Pepsi Max eða eitthvað, þannig. Ok. Það er að köpa, neina Ödda er fram að þig, hann tekur Pepsi Max og Öddi tatt upp og verið það. Já, ég veit að hann er flottur, Öddi er flottur. Ég er að horfa á hann hérna núna. Já. En hérna... Já, Hydroxycut Hardcore eða Extremely Hardcore og spurðu svo hvort þessu komið það er. Byrja á því að náður í þær. Ég vil taka 1 skref í einu eins og heilsvóti. Ok, en ég er með wacky, ég er með smá hugmynd. Ég er samt með smá hugmynd. Ef þetta gengur vel hjá okkur, af því að mér eru alltaf dreymt að markasetja mína eigin próteinlínu og mína eigin brennslutöflur. Og ég er spáð að láta að heita alltaf sko Cayman, eitthvað svona, Cayman Protein. Og svo Cayman Extreme, verða alltaf svona harðari línan. Draunurinn hefur verið að markasetja þenn eigin próteinstöng. Já, ég veit það. Og svona mynda hauskúpu framan á, eins og þú þurfur að taka þetta í samræði við lækni. Þannig að verða allir bara, shit, þetta er eitthvað alveg þvílíkt. Eina sem þú getur þá, Ívar Guðmundsson er ekki sáttur við því. Hann er með sína próteinstöngir, sko, hann er dominating the market. Já, ég veit það. He needs a competition. Þeir eru fattir að slaka á. Menna var alltaf gott að smá samkeppni. Já, Ívar er bara í gólfi núna, lifið í gullið, meðan allir eru að éta próteinstangina. En hvor hérna súkkulaðidrykkurinn er betri svona í dag? Hvort er að hleðslan eða hámarkið sem er á að drekka í súkkulaðidrykkjunum hana? Þú fær grænt ljós á bæði frá Gilsson. Já, ok. Ég er bara... Eða cirka mikið kalóri mjög út með aðeins meira kolvetnum í hleðslunni en ekki mikið. En segjum sér svo að mér langi bara að drekka svona, verið þá extremely cutted. Bara að drekka hlæðslu? Já, af því að ég líta sjálf á mig sem högglistamann og ég er að listamaður sem ætla að höggva burtu fytuna. Get ég gert það bara með þessum drykkjum? Nei, þú gerir það miklu hraðar með kjúkling og fisk. En þarf ég að hreyfa mig með þessu?
Já. Hjörvar, þú ert ekki svona vitlaus. Nei, ég er bara að spyrja hann er sérfræðingur. Þarf ég að hreyfa mig með? Ég ekki vera að skemma líkamsrætt á hornið mitt hérna. Ok, sorry maður, sorry. Ég veit fullt þetta, en hann er the expert og ég er bara að spyrja. Já, sko, það er betra að þú hreyfið með þessu. Viltu halda kjötinu eða viltu missa kjöt? Já, ég er náttúrulega með gríðat magna kjöti. Nei, ég vil halda í það. Verð ég að lyfta? Þá var að mæta með gefangjörnum og rífa þessi játnin líka. Ok, hörru, en hérna... Takk fyrir þetta, Egill. Þetta byrjar þá bara... Viltu að ég byrja núna? Niðurstaðan í þessu heilsóknni er að þú tættur að draka Coke Light, Coke komin í Pepsi Max og þú ætlar að ná þér í Heat was got extremely hardcore. Og það er svona, þetta eina... Já, en á ég að byrja á föstudegi? Er það svona rángur dag til að byrja á, eða? Já, það er alltaf típiskur auðmingi og segir ég ætla að byrja á mánudaginn. Ok, þá byrja á föstudegi. Er ég þá fyrsti gæðin til að byrja Extreme Cut á föstudegi? Já, það ég ætla að ná árangur þannig. Egill, ég sé þérna á morgun. Já, við sjáum sérlegar. Bye. Það var heilsuhornið hans Jöbba, fyrsti þáttur. Fáum hér örstul skilabóð og svo er það lagið á leiðinni heim. Sumarfjör FM 957 í sumar með Sinalco og Góu. Við ætlum að enda Sumarfjör FM í Reykjanesbæ í tilefni ljósanætur. Þú færð eftirréttina frá Hamborgarafabrikunni í Hagkaup. Gulrótarkakan, fabrikuísinn og hinn eina sanna skýrterta fabrikunar. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Freestyle, hip-hop, break, street. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. Stígðu skrefið inn í nútíman og mótaðu framtíðina. ProMent býður upp á nám í netstjórnun og kerfisfræði svo þú getur orðið MCATP Microsoft sérfræðingur. Miklir atvinnumöguleikar og víða mjög góð laun í boði. Kynntu þér málið og skráðu þig á postlistan á proment.is. Þú gætir unni námskeið að verðmæti 100.000 krónur. ProMent. NYX Cosmetics vinsæla ferðinamerkið opnar nýja og glæsilega verslun að Bæjarlind 14-16 Kópavogi föstudaginn 31. ágúst. Fullt af flottum tilboðum í gangi. Láttu sjá þig. Kafteinninn kynnir dundurpartí á ljósanótt á skemmtistaðnum Pattís Reykjanesbæ. Kafteinninn fjölmennir með morganetturnar sínar og frábær tilboð á barnum. Hljómsveitina Mjólk og Medusa byrja fjörið og stuðbandi Grammi spilar svo ferðin Sólin rísa á ný. Pattís og kafteinninn. Skotheld blanda. Glæný íslensk sjónvarpsþáttaröð hefur göngu sína á Skjá 1 á mánudagskvöldið. Ég er búin að segja að ég fer ekki frá barninu mínu. Þetta er ekki barnið þannig. Þetta er kostan. Fyrsti þátturinn af Óupplýst í opinni dagskrá á mánudagskvöldið 9:30 á Skjá 1. Herra Hafnarfjörður og Mind Extra opna í Smáralind á morgun. We were best friends and you testified against me. Samfinn kynir Hit and Run. Frábær grín spennumynd með Dag Shepard, Kristen Bell og Bradley Cooper í aðalhlutverkum. Hit and Run, frumsýnd 31. ágúst. Damn, you own that too? It's a rental actually. Watch your mouth. Forsíðan er þín. Komdu í IKEA og láttu mynda þig í stofunni á forsíðu nýja vörulistans. Þú gætir unnið 100.000 króna gjafabréf. Allar upplýsingar á IKEA.is. Vertu velkominn. IKEA. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaði. Trompaði daginn, fáðu Rikki G er komin hérna í stúdíu hjá okkur í FM 95 blöð. Það þýðir hans eitt. Vaktin okkar er að verða búin. Við Hjörvar erum búin að sitja hérna síðan 4 í dag. Við hefum eftir að spila lagi á leiðinni heim. Við erum búin að vera á partívaktinni. Já, 50-dags partívaktin er á enda. Við þökkum kærlega fyrir hlustununa í dag. Ég minna þáttinn á morgun. Þá verður Egill Einarsson hérna með mér. Hvað kallar hann Egil Einarsson? Hvað kallar hann Gilsenegger? Já, eða G-höfðingjan. Nei. Störi. Aldrei, bara hann heitir Egill. Egill verður hérna með mér. Egill Móli. Egill Móli, já, ég var að reyna að koma að móla á hann. Hann er búin að vera að kalla Egill Móli í 100 ár, sko. Okkur hef ég aldrei heyrt það, búin að þekka ykkur í 6 ára eða eitthvað. Hann var bara kallaður, ég held að alla menntaskóla var að kallaður Egill Móli. Já, ok, allavega Mólin verður þá hérna á morgun með mér frá 4-6. Rikki er að fara að taka hérna við stjórnvölinn. Hann er þetta ríkalega flottur eitthvað í dag. Flottur í dag, já. Já, flottur jakki, hann er í skyrtu, gallabuxum sem er alveg keyptar á þessari öld. Vel lykt. Góð lykt á hann. Vel lyktandi sig. Það var á ballriki eða?
Nei, ég bara góður, sko. Já, ok. Casual Thursday, nei, við höfum séð þér út casual, Rikki, og þú ert ekki casual núna, ekki að reyna að ljúga því á okkur. Það er röglega date í kvöld, með þess að ný kliftur og flottsstrákurinn. Takkið vel á móti honum. Ég, hlakka til að sjá ykkur sem er í Fjölbrautaskóla Garðabæjar. Sjáumst á eftir. Það verður stemming, Hjöppi, takk fyrir daginn. Takk sömuleiðis. Þú enda þetta á laginu á leiðin heim og það var vel við, það er að koma september. Er ekki september á morgun? Já, og þetta lag er tileinkað 11. september. Já, var það ekki gert það á sín tíma? Já. Það samið eitthvað Þetta er hljómsveitin Live og lagið heitir Overcome. Ég held að sé allt í lagi að hafa það bara hérna sem lagið á leiðin heim. Morgunþátturinn Magasín á ferðalagi landið. Næstu helgar verður Morgunþátturinn Magasín með skemmtikvöld á þess að það eru ennþá skóladagar í Kringlunni höldum við áfram að gefa skemmtilega vinninga frá Kringlunni. Fylgstu með á FM og þú gæti verið heppinn. FM 957 og Kringlan í skólastemmingu. Ljósanæturballið í Stapanum Reykjanesbæ laugardaginn. Fanta gott form. Þú kemst einfallega í Fanta gott form. Fanta gott form í hreyfingu. Skráðu þig núna. hreyfing.is. Agent.is och Smirnoff kynna Ljósanæturballið í Stapanum Reykjanesbæ. Allihopa, Lína Langsokkur og herra Níels bjóða í pönsur helgina, skemmtigarður Astrid Lindgren. Kynntu þér heimkynni H&M, opið í öllum búðum til minnættis, Drottningargatan. Engir vasar, bara skip, vasasafnið. Ég vil sjá þig, Gamla stan. Ópera og kjallari, það getur ekki klikkað. Óperukjallarinn, óperahúsið, torgi Karlstósta. Hefur þú smakkað elgsbollur? Prófaðu alvöru sænskar frikadellur hjá okkur, veitingastaðurinn Sven Kallhagen. Bættu smá Stokkólmi í líf þitt. Stokkhólmur verð frá 20.800.